Dagur sæll, við ætlum að tala húsnæðismálin og hérna í Reykjavík og uppbyggingu í Reykjavík. Ég verð að spyrja þig fyrst samt að þessu máli sem hefur verið í fjölmiðlum og á netinu. Og það lóðasamningur á Gelgjutanga við í Vogabyggð og það umdeilt núna, þar meðal þeirra sem samið við Ólafur Ólafsson. Og nú hann í fjölmiðlum mikið, fréttum, vegna mála, einhvers konar misferlis og maður finnur mikla óánægju með þetta og meira segir samstarfsflokkum Píratanna, þar mikil hávær umræða það hvort að það sé að rifta samningum við Ólaf. Hvað segir það? Það hægt? Eða það æskilegt? Já, það sem kannski hefur ekki komið nægilega skýrt fram eða ekki verið svona ljóst í umræðunni að á öllu þessu svæði var lóðum úthlutað fyrir áratugum reyndar og þessar lóðir sem ræðir tilheyrðu olíufélaginu og eftir einhverjum leiðum komust inn í félag sem að Ólafur Ólafsson mun eiga hlut í. Það sem að gerast á öllu svæðinu og þarna meira en 100 lóðahafar að fyrir nokkrum árum var ákveðið á grundvelli aðalskipulagsins að endurskipuleggja allt svæðið. Fara frá atvinnustarfsemi sem að hluta til úr sér gengin og breyta yfir í íbúðarhús og atvinnu, svona blandaða byggð. Og svona eftir gamla laginu, þegar skipulagið svona breytt, að þá verður til byggingaréttur og eftir gamla laginu þá hefðu lóðahafarnir bara fengið þann byggingarétt. En borgin hugsanlega setið eftir með allan innviðakostnaðinn á svæðinu og hann reiknast á þessu svæði tæplega 5 milljarðar fyrir 3 árum og þá var sett upp samningsmarkmið borgarinnar varðandi svæðið að ef við eigum að fara í það í samvinnu við lóðahafana þarna alla að endurskipuleggja svæðið þá þyrfti í fyrsta lagi að búa til það sem við ákváðum að kalla innviðagjöld til þess að borgin fengi greitt fyrir þessa grunninnviði. Í öðru lagi að þá þyrftu menn að tryggja að 20–25% af íbúðunum sem myndu vera byggð þarna yrðu leigu eða búseturéttar íbúðir. Þannig að þetta væri ekki bara svæði fyrir ríkt fólk eða fáa, heldur alla. Og í þriðja lagi að þarna væri 5% allra íbúða sem væri félagslega leiguíbúðir fyrir fátækasta hluta borgarbúa. Og þetta þetta í þessum samningi eða hvað? Já. Sem við Ólaf? Við alla. Við alla? Já. Fyrstu stóru... Hvað eru margir leiguhafar? Fyrstu stóru, þeir yfir 100. Okay. Margir litlir. Þeir stærstu gamli Landsbankinn, Gámakó eða Gámafélagið og síðan lóðurnar hérna á Gelgjutanganum. Þannig og það búið að ná samningum, náðust við fyrstu lóðahafana í febrúar í fyrra. En verið að hygla Ólafi með þessum samningi? Við höfum hingað til fyrst og fremst fengið gagnrýni fyrir það að vera að leggja þessi auka gjöld á að vera að takmarka ráðstöfunarrétt þeirra á íbúðunum þannig að hlutfall að færa inn á leigumarkað og gera öllum að þarna eru líka félagslega leiguíbúðir og reyndar smá sjóður til listar og listskreitinga í opinberu rými. Þannig að spurningin í þessu máli í fyrsta lagi rétt að skipuleggja þarna og endurskipuleggja. Ég held að allir séu sammála því. Í öðru lagi þá erum við að taka svolítið róttækt skref í sögu Reykjavíkur sem hefur verið svona kannski með svona svolítið verktaka meðaða nálgun þegar kemur að skipulagsmálum. Við erum þarna að setja skýr skilyrði að einkaaðilarnir hirði ekki gróðann og samfélagi borgi innviðina, heldur borgi þeir innviðina og við erum að setja þarna mjög félagslegar áherslur og róttækar áherslur sem gerir það að allir verða að una því að það verði leiguíbúðir og félagslegar íbúðir allt. Góðu díll fyrir borgina, segirðu eða? Já, það það. En spurningin í þessu máli sem þú ert í raun að spyrja síðan hægt að taka út einn lóðahafa á öllu svæðinu og segja, nei, við ætlum ekki að semja við hann. Og það niðurstaða okkar lögfræðinga, það sé ekki hægt út frá þeirri jafnræðisreglu og lögum sem við erum bundin af. Já, en væri það æskilegt að gera það, siðferðislega æskilegt? Það síðan bara þörf umræðin, þá þarf annarkvort dóm þar sem að lóðin þá tekin af viðkomandi á einhverjum grundvelli eða lög sem heimil okkur að leggja slík sjónarmið til grundvallar
þegar við erum að En það endurskipuleggja talaði heil að megi svæði. ekki, reglum borgarna einhver reglum að megi ekki það megi ekki semja við menn sem hafa hlotið svikadóm eða ekki kaupa af mönnum Já, opinber innkaup að mörgu leyti þróaðri. Það er innkaup. Já, opinber innkaup eru með sérstakan lagaramma og þar okkur heimilt að setja ýmislegt leggja ýmislegt annað til grundvallar. En þegar við erum að fjalla eigur fólks í gegnum skipulagsvald og endurnýjun lóðaleigusamninga, þá ramminn stífari frá löggjafans hálfu. Annað, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, segir daginn að borgin verði að girða sig í brók í húsnæðismálum. Já. Girða sig í brók, það þýðir að hún hafi ekki staðið sig, það sem sagt liggur í þeim orðum. Já, mér finnst þetta nú frekar ódýrt hjá forsætisráðherra, ég verð að segja það. Hann nýfarinn af stað með ríkisstjórn sem gleymdi húsnæðismálunum í stjórnarsáttmálunum sínum. Við höfum meirihlutann í Reykjavík og ég í mínu starfi sem borgarstjóri ekki verið með áherslu á neitt mál umfram húsnæðismálin. Öll þau ár sem við höfum setið, við erum að fara að kynna í borgarstjórn á þriðjudag, samantekt allt sem við erum að gera. Þetta plagg sem var kemist á þriðjudag, húsnæði í Reykjavík stað og aðgerðir og hér eru ýmiss konar, já, ég meni það fólk þarf náttúrulega bara að fara að skoða þetta sjálf, þetta er mjög forvitnilegt hérna að sjá þetta. Því að það sem búið að gera að það orðnar byggingarhæfar lóðir og verkefni í uppbyggingu sem losa kringum 2500. Við erum komin í gegnum skipulag, með staðfest skipulag fyrir annað eins og það svo mikið að tölum ekki satt á ferðinni. Hvað þýðir þetta? Bjarni úr Garðabæ, heildarfjöldi íbúða í Garðabæ 5300. Við erum tilbúin með í skipulagi 1 Garðabæ. Til viðbótar erum við með 4000 íbúðir sem í formlegu skipulagsferli. Frá 2015 til 2020 sjáum við fyrir okkur að 7000 íbúðir að minnstakosti fari í uppbyggingu hér í Reykjavík. Það eins og Garðabær og Seltjarnarnes til samans. Það jafngildir einu stærsta sveitarfélagi landsins. En þetta ekki bara einhver eintegunda íbúðum. Við erum í þessari stefnu og þessum aðgerðum með sérstaka áherslu á samvinnu við uppbyggingaraðila sem eru ekki að byggja upp í hagnaðarskyni. Við einfaldlega segjum að markaðurinn mun ekki leysa þetta, allavega ekki fyrir alla. Og þess vegna borgin að stíga mjög sterkt fram með stúdentum, með þeim sem eru að byggja fyrir eldri borgara, með þeim sem eru að byggja búseturéttaríbúðir, með verkalýðshreyfingunni, með 1000 íbúðir þar og félagslegar íbúðir, við erum að fjölga þeim verulega, við erum að byggja líka búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Við erum í raun eina sveitarfélagið sem með áætlanir fyrir stúdenta, með áætlanir fyrir svona stórtæka uppbygging. Þessi uppbygging, maður getur náttúrulega séð í þessu, mikið af þessu þétting og þið náttúrulega leggjum mikla áherslu á þéttingar. Í þessu ástandi sem núna ekki bara, þarf ekki að gera eitthvað meira en að þétta, þarf ekki að byggja ný hverfi. Nú til dæmis verið að leggja til að minnihlutin að leggja til að fara að byggja á Geldinganesi. Þessi uppbygging á við heilt sveitafélag til 2020. Við erum að byggja jafngildi nýs hverfis nema við erum að dreifa reitunum þannig að þeir auki lífsgæðin, að þeir drægjur umferðinni, að skólamálin gangi upp, að umhverfið verði betra, að það leiði minni mengun af þessu. Við erum að vinna á grundvelli aðalskipulags sem búið að taka alla þessa þætti og reikna út bestu leiðir til þess að þróa Reykjavík. Því að ef við myndum halda áfram að þróa hana svona út á við, þá myndum við falla í sömu gildru og svo margar borgir og við erum sannarlega í að umferðarverkfræði 7. áratugarins að sprengja Miklubrautina, að sprengja Kringlumýrarbrautina. Við verðum að koma fólki fyrir þar sem styttra í vinnu, þar sem eru fjölbreyttari ferðamátar vegna þess að umferðin gengur ekki upp samkvæmt gamla planinu. En þéttingin samt, það einhvern veginn, bara svo maður segi, Beindu, það gengur einhvern veginn erfilega að selja fólkjana, að hún sé réttar en að byggja til dæmis bara nógu mikið í Úlfarsfelli, byggja nýtt Breiðholt. Fólk ekki, það mikið mótstaða gegn þessu. Ég held að sé líka vegna þess að fólk átt að sjá því ef við myndum setja allar þessar lóðir bara út á markaðinn
og lögmál markaðarins myndi ráða uppbyggingaraðilarnir reyna að fá sem hæst verð ekki satt. Þeir prófuðu þetta í Hafnarfirði, settu 2 lóðir í upphafi kjörtímabilsins út á góðum kjörum og voru síðan mjög undrandi að hærri fermetraverð höfðu ekki sést. Já. Forseti bæjarstjórnar sagði nýlega frá þessu í viðtali á Hringbraut. Málið er nefnilega það að það þarf að vera með félagslegar og svolítið róttækar áherslur með við sögu Reykjavíkur í húsnæðismálunum til þess að verði til húsnæði fyrir alla. Þess vegna erum við að vinna með þessum uppbyggingafélögum sem ekki rekin í hagnaðarskyni. Þess vegna erum við að byggja félagslegar íbúðir en ekki bara... Húsnæðisverðið er náttúrulega brjálæðislegt orðið hérna á Kaupmannahöfn í Reykjavík og það er náttúrulega kannski lóðaskorturinn ein ástæða þess, er það ekki? Það sem er að gerast er þrennt. Í fyrsta lagi er uppsöfnuð þörf vegna þess að var eiginlega ekkert byggt eftir hrun og bankarnir héldu rosalega lengi að sér höndunum við að lána í ný verkefni. Við vorum farin að tala um það 2011 og 12 að það væri aukin eftirspurn eftir litlum og meðalstórum íbúðum en það fór ekki að koma veruleg lán í þetta fyrir að markaðsverði varð hærra en byggingarkostnaður. Númer 2, ferðaþjónustan og íbúðagistingin. Airbnb, það þarf að taka á því og við erum að gera það líka í áætluninu með sérstökum reglum. Þarf ekki að herða reglurnar mikið með Airbnb, til dæmis þegar þetta er orðið, ég myndi bara segja brask, þegar menn eru fannir að kaupa íbúðir út allt og fjöldi íbúða og maður verður varfið þetta allt í bínum miðbæ. Við eigum að gera skýran greinarmun á því að venjulegt fólk sé að leigja út frá sér í takmarkaðan tíma, í lögunum er núna að tala um 90 daga, og þess að íbúðir séu algjörlega teknar og umferð. Reglurnar eru núna loksins komnar áramótin, en við vorum þegar búin að sjá þetta fyrir í aðalskipulaginu, þannig að þar er allt annað en þessi skammtímalega fólk sem er að leigja út frá sér, bannað í íbúðarhverfum. Það sem þarf hins vegar, nema sérstaklega skilgröndum aðalgötum, það sem þarf hins vegar er miklu betra eftirlit. Til þess að þetta virki. En hver á að hafa þetta eftirlit? Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á að hafa það, er farin að ráða fólk, er komið með sektarheimildir og hefur heitið því að fylgja þessu fast eftir á þessu ári. En svo er náttúrulega annað sem kemur inn á þann húsnæðismarkað, það er þetta tímabundna vinnuafl sem er að koma hérna, innflytjendur, og þetta er náttúrulega, þeir eru að koma hérna í þúsundartali og það er náttúrulega, þetta fólk þarf húsnæði. Það þarf húsnæði og þessi hópur er eftirspurn sem getur líka horfið hratt. Ef það verður samdráttur, við sáum það eftir hrun og þetta er hópurinn sem hefur verið að fylla núna húsnæðismarkaðinn í klukkutíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, til dæmis í Reykjanesbæ, þar sem var ennþá laust húsnæði fyrir ekki svo löngu síðan. Þannig að við þurfum að taka allt þetta með í myndina. Þess vegna erum við að uppfæra okkar þarfagreiningar og spár og áætlanir hvað þurfa að byggja í Reykjavík, ekki 700-800 íbúðir að meðaltali ári, heldur 1250. Það þurfa önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu líka að gera, en líka aðrir. Og það þarf að tryggja fjármögnun á þessu. Ríkið, talandi um að gera þessi í brók, við erum búin að bíða í 4 ár eftir að ríkið leggi fram lóðir sem eru til á besta stað í bænum fyrir 800 íbúðir. Einu óbyggðu óskipulegu lóðirnar í Reykjavík eru í eigu ríkisins. Hvaða lóðir eru það? Það er landhelgisgæslureitur við Ánanaust, það er stýrimannaskólareiturinn, það er veðurstofuhæðin við Öskjuhlíð, það er reiturinn í kringu Listaháskólann í Laugarnesi. Frábæra lóðir og ég segi bara við Bjarna Benediktsson, fjármálaráðherra og aðrir í þessari ágætu ríkisstjórn sem er núna búin að segja þær alltaf að fara í húsnæðismálin. Af hverju förum við ekki saman í það að þróa þessa reiti sérstaklega með ungt fólk í huga, leiguíbúðir fyrir stúdenta en líka ódýrar íbúðir fyrir fyrstu kaupendur. Við erum til, þarna er þá hægt að bæta 800 íbúðum hratt við þær áætlanir sem að þarna eru og í öðru lagi þurfum við að hækka húsnæðisbætur til sérstaklega öryrkja og bótaþega sem fóru illa út úr lagabreytingunum áramótin og í þriðja lagi þá eigum við að skoða endurreist kaupleigukerfisins til þess að fjölga enn valkostunum, öruggt húsnæði, svo ræður eftir 5 ár hvort þú haldir áfram að leigja eða kaupa. Dagur, þessi þáttur er búinn hjá mér í dag. Við verðum hér að viku liðinni eða réttar sagt það verður Fanney Birna sem verður með ykkur þá. Takk fyrir að horfa.